528. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 klukkan 17 þann 3. október 2017. Mættur eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Eysteinn Eyjólfsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Árni Sigfússon, Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Guðbrandur Einarsson, ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni. Fulltrúi Framsóknar flokksins, Kristinn Jakobsson, boðaði forföll og jafnframt gerði varafulltrúi það einnig. En það var ekki kjörbréf fyrir fleira og það vannst ekki tími til þess að útbúa kjörbréf fyrir þennan fund með svona stuttum fyrirvara og því erum við eingöngu 10 bæjarfulltrúar hér í dag. Nú en það eru 4 mál á dagskrá fundarins en þau eru fundargerðir bæjarráðs frá 21. og 28. september, Númer 2 fundargerð velferðarráðs frá 25. september, Númer 3 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 28. september og Númer 4 fundargerð fræðsluráðs frá 29. september. Áður en ég gef orðið laust fundargerðir bæjarráðs, þá vil ég nefna það hér að við þurfum að taka sérstaklega fyrir lið Númer 2 í fundargerð 1141 frá 28.9. og samþykkja með sérstakri bókun þá lántöku sem þar nefnd. Og ég ætla þá að lesa upp þá bókun hér og nú, áður en að orðið verði gefið laust. Sveitarstjórn Reykjanesbæjar samþykki hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð allt að 3,6 milljörðum króna til allt að 38 ára. Í samræmi við lánstilboð sem liggur fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins, samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Lánið tekið til endurfjármögnunar á skuldum Reykjaneshafnar, samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Jafnframt Kjartani Má Kjartanssyni kennitala 140561 4879 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Reykjaneshafnar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl fyrir hönd Reykjanesbæjar, fyrirgefðu herra bæjarstjóri. Afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Bæjarstjóri hefur beðið orðið. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þessu tengt, þá í þessari sömu fundargerð í fyrsta máli, drög að samkomulagi við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. Á þeim fundi 1141. fundi bæjarráðs sem haldið var þann 28. september síðastliðinn, þá voru lögð fram drög að samkomulagi við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og mér falið að klára málið á þeim forsendum. Því miður þá hefur ekki tekist að ljúka málinu og þessi drög sem þarna voru lögð fram hafa tekið allir nokkrum breytingum að ósk ráðuneytisins og stjórn Lánasjóðsins mun fjalla núna drögin eins og þau liggja fyrir núna á fundi sínum á fimmtudaginn næsta. Og ef að stjórnin samþykkir drögin eins og þau liggja fyrir, að þá munum við senda þau til bæjarfulltrúa og óska eftir aukafundi í bæjarstjórn á þriðjudaginn eftir viku á sama tíma klukkan 17 þar sem við tökum fyrir þetta samkomulag. Þetta í rauninni bara þetta samskonar samkomulag og við höfum tvívegis gert við innanríkisráðherra núna ráðherra sveitarstjórnarmála, nema í nýja samkomulaginu eru núna þau markmið og þær tölur og framleiðatölur sem að við höfum þegar samþykkt í aðlögunaráætluninni. Þannig að það þá komið inn í þetta samkomulag þarna. Og Lánasjóðurinn að skoða það hvort þetta fullnægi þeirra óskum sérstakt samkomulag þessi mál. Þannig að samkomulaginu ekki lokið, vonandi klárum við það fyrir helgi og þá verður boðað til
aukafundar í bæjarstjórn næsta þriðjudag. Það hafa ekki fleiri hvassi hljós undir þessum fundargerðum. Þeir sem samþykkja bókunina sem hér hefur verið lögð fram, hún er samþykkt 10-0. Þeir sem samþykkja fundargerðunar að öðru leyti eru Benjamin Gjafamerki, það eru samþykkt 10-0. Þá er næsta dagskrá fundargerð velferðarráðs frá 25. september orðið laust. Ingigerður Sæmundsdóttir, gerðsvari. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir. Ég ætla að koma hérna undir 5. lið varðandi tölulegar upplýsingar og fjárhagsaðstoð og þetta eru svona lykiltölur sem við birtum, sem ráðið birtir alltaf eftir hvert fund og það hefur svona verið látið veðri vaka að fjárhagsaðstofan hafi lækkað að miklu leyti vegna virkniúrræða. En ég er með smá hugleiðingu varðandi þetta því að árinu 2010 til 2013 fjölgaði þeim sem sóttu eftir fjárhagsaðstoð og tími þeirra framfærslu sveitarfélagsins lengdist. Það kom meðal annars til vegna þess að hópi fólk sem missti atvinnu þegar varnarleyfi fóru eftir hrun var búinn með bótarétt sinn hjá Vinnumálastofnun og átti ekki annars kost en framfærslu sveitarfélagsins. Fólk að búið verið atvinnulaust í 3 ár og hafði misst bótarétt sinn og eina leið til framfærslu var að fá fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu. Fjölskyldu- og félagsþjónusta Reykjanesbæjar leitaði á þessum árum margvíslegra leiða til að koma til móts við líðan og aðstæður fólksins. Það var komið á samstarfi við Samvinnu, Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Björgina, Virkjun, Virk, Vinnumálastofnun og fleiri voru eflt verulega í því augnamiði að hjálpa fólki til virkni. Það er loks núna 2015, 16 og 17 sem við sjáum að hagur fólks hefur batnað mikið og á sama tíma og atvinna ástand að svæðinu hefur tekið stakkaskiptum. Það er því ekki eingöngu stuðningur og virkni sem draga þörfinni fyrir fjárhagsaðstoð, heldur einnig allt annað landslagi atvinnumálum á svæðinu. Það er mjög athyglisvert að sjá að 2009 voru greiddar rúmar 78 milljónir í fjárhagsaðstoð og aðeins 5 árum síðar, eða 2014, greiðum við tæpar 300 milljónir í fjárhagsaðstoð. Þessar tölur hefur vonandi aldrei eftir að sjá aftur. Ég vil einnig vekja athygli á því að nettóframlög til félagsþjónustu árið 2007 var 283 milljónir en árið 2016 1.323 milljónir. 2008 kom fram hækkanir hjá félagsþjónustunni að heildarútgjöld verða 439 milljónar krónur, 2011 er útgjöldin orðin 831 milljón og þeir stíghækkandi næstu árin alveg til ársins 2014 þegar hámarki náð eða 1.450 milljónir. Það dregur hægt úr þessum kostnaði þrátt fyrir blúsandi góðar í samfélaginu. Þannig að á 9 árum hafa nettóframlög til félagsþjónustunnar hækkað 1 milljarð. Þegar við vorum að vinna í þessum málum 2012 og 2013 þá mátti ekki skilyrða fjárhagsaðstofuna en í dag er verið að skilyrða hana þannig að fólk þarf að taka þátt í virkni til að fá fulla fjárhagsaðstoð. Það er ekki fleiri sem hafa hvassi hljós fundargerðina. Ég held að ég verða að lýsa yfir ánægði með að við séum að sjá þessa tölur fara svona niður. Það er vissulega gott atvinnuástand eða betra atvinnuástand í dag heldur en það var og vissulega hjálpar það til en allt þetta samanlagt er að hjálpa til. Ég get bara til vitnis það í því félagi, stéttarfélagi sem ég starfa, eru eingöngu 18 félagsmenn á atvinnulífsbótum. Og þetta er þegar við töldum þetta í það bil 200 manns, þá var þetta mikil breyting. Þannig að við hljótum að glæðjast yfir því að þetta skuli vera að batna allt saman. Á hvaða ástæðum skiptir svo sem ekki máli en það er ánægjulegt að þetta skuli vera að batna. Málaflokkar eru allir að þenjast út. Við erum hér með málefni fatlara sem að taka til sín talsverða útgjöld. Þannig að þetta hangir allt saman en sem betur fer erum við að upplifa ástand
sem er af hennu góða og vonandi þurfum við aldrei aftur að upplifa það ástand sem við upplifum hér í hruninu og eftir hrunið. Og þeir sem að samþykja þessa fundargerð, hún er samþykkt 10-0 og þá er það fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 28. september, orðalaust. Það er enginn sem kveður sér ljós, þeir sem samþykkja fundargerð Reykjaneshafnar frá 28. september, hún er samþykkt 10-0 og þá er það fundargerð Fræðsluráðs frá 29. september, orðalaust. Það er enginn sem kveður sér ljós sem fundargerð Fræðsluráðs og þá er dagskrá tæmd og við gerum hlé á fundinum á meðan að gengið frá. Fyrirgefið, ég er eitthvað að líta mér. Þeir sem samþykkja fundargerð Fræðsluráðs, hún er samþykkt 10-0 og þá er dagskráin tæmd og við getum gert hlé á fundinum til að ganga frá fundargerð. Fundargerð 528. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldin að Tjarnargötu 12, 3. október 2017 kl. 17. Viðstaddir eru Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elírós Bjarnadóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Eysteinn Eyjólfsson, Gunnar Þórðarsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseti var Guðbrandur Einarsson. Kristi Þ. Jakobsson bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins boðaði forföll og varamaður einnig. Ekki vannst tími til að útbúa kjörbréf fyrir annan varamann. Fyrsta mál er fundargerð bæjarráðs frá 21. og 28. september. Forseti gaf orðalaust fundargerðirnar og til máls tók Kjartan Már Kjartansson. Forseti, ég bið undan að lesa hérna bókunina, en hún var lesin upp og hún var samþykkt 10-0. Að öðru leyti voru fundargerðirnar samþykktar 10-0. Annað mál fundargerð velferðarráðs frá 25. september. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tóku Ingigerður Sæmundsdóttir og Guðbrandur Einarsson og fundargerðin var samþykkt 10-0. Þriðja mál er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 28. september. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og fundargerðin samþykkt 10-0 án umræðu. Fjórða mál er fundargerð Fræðsluráðs frá 29. september. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og fundargerðin var samþykkt 10-0 án umræðu. Fleiri ekki gert. Þeir sem samþykja fundargerðina eru bænum að gefa merki. Hún er samþykkt 10-0. Fundargerðin verður því undirrituð. 528. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið. Má ég segja að það sem eru hópina þinn er